Velkomin í dag og til hamingju með daginn. Gaman að sjá svona marga hérna í dag. Þegar að Gísli Pálsson nefndi við mig að það væri möguleiki á því að fá að gjöf Helgafells eftir Guðna Hermansen, þá fór fyrir mér eins og Njálu forðum. Mig setti hljóð. Bað endurtekið 3 sinnum. Og ástæðan er svo að þó ég hafa aðeins verið hérna í rúman áratug, þá er langt síðan frétti og var sagt frá þessu furðulega verki sem eitt andra sagði frá hugmyndinni að eldgosi í Helgafelli áður en nokkrum datt svo vitleysi í hug. Í dag fögnum við heimkomu málverksins. Með því að Helgi Bernódusson mun segja tilurð þess, höfundi, framgangi og gefanda. En þeir Gísli Pálsson skrifuðu afbragðsgrein í síðasta jólablað Fylkis málverkið, Guðna og Jóhönnu Hermannsdóttur. Hún sjálf, sem ástæðan fyrir því að við erum hér saman komin, komst eðlilega ekki, enda búsett í Bandaríkjunum og nýinn á efri ár. En sonur hennar, Helgi Hannesson, er hjá okkur í dag og það er ánægjulegt að hann afhjúpar málverkið og lesur gjafabréf móður sinnar sem fylgir verkinu. Þá mun Hildur Sólveig Sigurðardóttir, forseti bæjarstjórnar, í forföllum LS sem því miður þurfti að fara til Reykjavíkur, veita verkinu formlega viðtöku. Hermann Einarsson mun minnast vinar síns Guðna og lokum ætla Gísli Pálsson að fylgja úr hlaði 18 ljósmynda sirpu sem hann tók saman og segir sögu málverksins og ferðalagsins allavega hingað til Eyja. Ásamt því að sýna örstutt viðtal við Jóhönnu þar sem hún segir frá gráti málverksins. En ég ætla að biðja Helga Bernódusson að koma og ríða á vaðið og segja okkur frá málverkinu, Guðna og Jóhönnu. Gjörðu svo vel. Góðir Eyjamenn, ég sá Guðna Hermansen fyrst á Holtsviðinu í Samkomuhúsi Vestmannaeyja einhvern tíma árið 1960. Var þá 10 ára gamall. Hann lék á saxofón í hljómsveit Guðjóns Pálssonar. Hann var áberandi maður með saxan í fanginu, sköllóttur, en þó með mikinn kamp, svipmikill og glæsilegur maður. Ég fór svo að veita honum athygli síðar þegar ég sá honum bregða fyrir í bænum, í málarakjallanum, oft með málningarfötur í höndunum. Hann málaði hús og sjálfsagt margt fleira, hafði menn með sér eins og tíkvarum málara. En ég vissi ekki, þegar en flestir Eyjamenn aðrir, hvað þessi maður var að bauka við í frístundum sínum, annað en að spila til dansi. Það kom svo í ljós síðar, þegar hann sýndi verk sín og hélt sýningar, þetta bauk sem hann gerði svo aðalviðfangsefni sínu þegar afkoman var orðin trygg, það var listmálun. Guðni Hermansen var listmálari og meðal hinna bestu sína daga. Það er annars undur hve margir afbragðslistamenn Vestmannaeyjar hafa alið. Ég nefni Júlíönu Sveinsdóttur sem er fræg víða lönd og Sverri Haraldsson sem raunar var æskufélagi Guðna og fleiri mætti nefna. Þegar Guðni hélt sýningu í Akurgers, nokkur eftir gosið, kom Sverrir í heimsókn til hans til að aðstoða og samfagna. Ég fór á sýninguna, þá var Sverrir Haraldsson þar. Þegar ég hafði skoðað verkin, gaf ég mig á tal við Sverri, hvað fannst þeim mikla listamanni myndirnar sem héngu á veggjunum. Jú, hann var stórhrifinn, fór afar lofsamlegum orðum með verk Guðna. Ég kem hér daglega á sýninguna, ég margskoða myndirnar, þær eru svo góðar og alltaf eitthvað nýtt að finna. Já, hugsaði ég, þannig á að njóta listarinnar, gefa sér tíma og koma oft. Guðni Hermansen hefur með list sinni skrifað sig inn í söguna
nafn hans mun lifa sem eins af bestu listamönnum Vestmannaeyja. Hann verður ekki þekktur sem húsamálari, ekki sem saxófónleikari eða góður borgari eða skilvís útsvarsgreiðandi, heldur fyrir það sem hann gerði kauplaust og af heilbrigðri ástríðu sinni fyrir list sína. Þetta ættum við að hafa í huga í samtímanum, reyna að koma auga á listamennina og hlúa að þeim á allan hátt. Þeirra verk munu lifa en ekki okkar innan. Ein mynd af Guðna frægar en allar aðrar og eins og einhver sagði sérkennilegust, þótt hún sé ef til vill ekki hans besta verk. Það Hefnd Helgafells, myndin sem búið að hengja upp hér og sem verður afhjúpuð. Fyrir það verk hann stundum kallaður gósmálarinn í Vestmannaeyjum. Myndin auðvitað stórmerkileg og stórgóð, merkilegust sjálfsagt sem spádómur á striga, spádómur sem rættist. Í þjóðfélagsumræðinu og lífinu almennt láta menn skoðanir sínar reyna til ljós með orðum, í ræðu og riti, en myndlistarmenn hafa aðra leið til að tjá sig í verkum sínum. Og án alls vafa Hefnd Helgafells þröðugnýr, háværustu og hversustu mótmæli sem frá nokkru manni höfðu heyrst náttúruvernd á Heimaey og þau áhrifaríkustu. Af þessu málverki mikil saga og í Jólablaði Fylkis sínu síðasta rekjum við Gísli Pálsson þá sögu, baksvið, tildrög, tilefni verksins og tilgang og svo sögu þess síðar, ferð þess í aðra álfu og loks heimkomuna. Það verður ekki endurtekið hér, aðeins stikla á stóru. Helgafell hefni sín fyrir þau holsár sem því voru veitt áraraðir, svo að stór sá á fellinu. Það var nær að falli komið. Sagan af malarnáminu byrjar við stríðslok þegar að flugvallargerðin hefst og hún stendur fram að gosi og það var svo komið í janúar 1973 þegar Kristinn Viðar Pálsson, annar listamaður hér í Eyjum, þá starfsmaður áhaldahússins, var að skrapa gryfju botninn handa vörubílunum sem stóð í röðum að greina mátti brennisteinsþef. Við vitum ekki hvort það var eimur eftir síðasta gos fyrir 5.000 árum, djúpt úr iðrum þess eða forboðið þess sem síðar varð. En svo nærri var að fellinu gengið. Vinir Helgafells svo kallaðir létu í sér heyra alveg frá upphafi og raddir þeirra urðu háværari og fleiri eftir því sem á leið og skemmdirnar urðu alvarlegri og öllum augljósari. Mestu munaði Sigurð Þórarinsson, jarðfræðing og grein hans í náttúrufræðing 1950, en einnig ber að nefna þann sem aldrei lét bilbug á sér finna né lagði frá sér stýrvopnið í baráttunni, Svein Guðmundsson bæjarfulltrúa, sem líka var þekktur steinasafnari. Við munum hann mörg hver og hvernig hann bjó að Sengur konu steininum skammt frá Arnarstapa, þar sem hann bjó. Loks tók sig til hópur manna undir forystu Páls Steingrímssonar, þess ágæta listamanns, og efndi til mótmæla gegn malarnáminu í nóvember 1971. Flest bendir til þess að þau mótmæli hafi orðið tilefni til þess að Guðni tók upp penskúfinn og fór að mála Hefnd Helgafells. Hún var sannarlega í hug Surtseyjargosið árum áður og þetta tvennt, hefndin og gosið, hélt svo saman í þessu margbrotna verki. Það stórkostlega frumlegt að náttúran bregðist við og hefni þess sem misgert við hana. Verkið fór ekki að tala fyrir það var sýnt. Það var raunar ekki hér í Eyjum, heldur í Færeyjum sumarið eftir og síðan þetta sama ár, 1972, Jóhanna Hermannsdóttir svo á ferð á æskuslóðum, kona sem búsett hafði verið árum saman í Bandaríkjunum. Hún heimsækir ættingja sína hér, meðal annars Benedikt Ragnarsson sparisjóðsstjóra, þau voru bræðrabörn. Og svo gamlan æskufélaga, málarann Guðna Hermannsen, sem var aðeins árinu eldri en Jóhanna. Hún kaupir verkið og tekur það með sér vestur. Og þar hefur það verið frá 1913, síðast í Whiting í New Jersey ríki, þar sem hún á heima. Þótt Hefnd Helgafells væri þannig lengi fjarri ströndum fósturjarðar,
var það strax vel þekkt og það er raun að furða að það skyldi ekki að vera fengið á sýningar hér heima seinna. Jóhanna gætti málverksins vel, það skipaði góðan sess á heimilinu og vel það hirt alla tíð. Þegar að Gísli Pálsson manna bók sinni Fjallið sem yppti öxlum, fékk hann ábendingu hvað þessi fræga mynd, Helgafells, væri niður komin. Það er að segja í vörslu gamallar eyjakonu, Jóhannu Hermannsdóttur, sem búsett væri vestra. Að þá gekk hann í málið og hafði samband við Jóhannu og loks fór svo að hún ákvað að afhenda málverkið Vestmannaeyjabæ, þar sem það á heima, eins og hún sagði. Stefán Haukur Jóhannesson, sendiherra og eyjamaður fór svo við 4. mann til Jóhannu og október síðastliðinn var viðstaddur undirritun gjafabréfs og tók við verkinu og geymdi það uns góðir og hughollir menn komið því yfir Atlantshafið og heim til Eyja. Þar tóku við því Kári Bjarnason og Sigurgeir Jónasson, grjótpálar hér í menningarlífi og flettu af því umbúðum og settu í geymslu. Og nú stóra stundin runnin upp. Nú fær hefnd Helgafells varanlegan samastað í Vestmannaeyjum og við rætur Helgafells, hins helgaða fells. En til suðurs, héðan frá, blasir þessi undrafagra keila við sjónum okkar. Þessi fasti punktur í tilveru allra þeirra sem eru hér fæddir og fóstraðir. Það er sannlega gott og heill þeim sem að unnu. Í blaðaviðtali árið 1976 Guðni spurður myndefni sín. Hann segir að það komi allt úr Eyjahrauninu og Vestmannaeyjum. Allar hugmyndir sínar séu komnar þaðan, en það hafi margir á kunnustu málurum þjóðarinnar sótt fyrirmyndir í verk sín til Vestmannaeyja. Og síðan segir Guðni: lengi skildi ég ekki hvers vegna svo fáir af meisturunum máluðu Helgafell, eins og það nú fagurt og jafnframt einfalt í formi. Þegar ég fór hins vegar sjálfur að mála Helgafell, skildi ég þetta. Þá komst ég á því að maður þarf að hafa búið lengi með Helgafelli til þess að ná hinum einfalda og sterka svip þess. Nú hef ég á tilfinningunni að þarna út í horni standi Guðni Hermansen í málaragallarann sínum með kóngapípu í munninum, sitt mikla yfirvaraskegg og alpahú á höfði með þann íhugula og kampvísa svip sem hann bar jafnan. Og eins í höfði hans hljómi gott djaslag. Horfi yfir salinn og á okkur og láti sér vel líka, eins og Salvador Dali á yngri árum. Ég vil að endingu minnast Jóhannu Hermannsdóttur, þeirrar gjöfulu konu sem einnig bera sínu liti ábyrgð á þessari samkomu. Hún fædd hér í Eyjum og ólst hér upp. Hún nam tannsmíði, en örlög höfðu svo til að hún fór vestur haf með eiginmanni sínum, þar sem hann var í námi og ílentist við vinnu þar. Gottorp, Fagurlist og síðar Stóra Bergholt við Vestmannaeyjabraut 67 voru æskuheimili hennar. Hún átti góða foreldra. Hermann Bendisson, faðir hennar, var þekktur maður á sinni tíð fyrir dugnað og einurð og þrautseigju í erfiðum veikindum. Nokkru eftir hann lést seint árið 1959 fluttust þær móðir Jóhannu, Helga Benediktsdóttir og Edda, yngsta systir hennar, frá Eyjum. En enginn fær slitið þá römmu taug sem dregur til föðurtúna og margir segja að hún verði því rammari sem á ævina líður. Ég get borðið það eins og fleiri á mínum aldri og finnst gott að hafa myndað Eyjum í vinnuherbergi mínu. Það er svo allt blikni í samanburði við æskuminningarnar. Og svo hefur Jóhannu verið farið. Við hugsum til hennar í dag, miklu þökk fyrir þá hugulsemi sem hún sýnir Eyjunum sínum, sem ólur hana. Það er fátt umhverfisann í dag sem minnir á Vestmannaeyjar. Það er vesturæði New Jersey, en hugur hennar dvelur áreiðanlega hér að ég hygg og hvergi annars staðar. Þar sem hún átti sín fyrstu spor og líf hennar mótaðist.
Ég lít á gjöf hennar og hennar löngu varðveislu málverksins sem þakkar ávarp, ekki í orðum mælt, heldur í þessari góðu gjöf. Lifir hún vel.